Trausti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það komið að síðasta viðmælanda kvöldsins sem körfuknattleiks þjálfari og línunni komin Einar Árni Jónsson þjálfari Þorlákshöfn. Komdu bless og sæll heiðingi. Já, sællestu. Hvernig hefurðu það? Ég bara ágætur. Já, það nú ekki hægt annað þegar verið að fylgjast með úrslitakeppninni í körfubolta eða ekki? Nei, það er bara veisla öll kvöld. Já, nákvæmlega. Já, það nú verið skemmtilegt reyndar eða ekki að vera inn í undanúrslitum? Jú, það hverju orðinu sannara. Það náttúrulega skemmtilegasti tíma ársins, þessi úrslitakeppni og við hefum alls sjálfsögðu vilja að fara lengra en þetta var niðurstaðan þetta árið, þannig að það að sitja á hliðarlínu og fylgjast með það íti bara undir lönguna þess að leggja sig mikið fram í sumar og haust og standa sig vera á næsta vetri. Nákvæmlega. En svona áður við förum í úrslitakeppnina aðeins að Þorlákshöfn, ef maður lítur yfir tímabilið sem við var að líða hjá því, þá nú ekki hægt að fara ósáttu frá tímabilinu. Já, bikarúrslitaleikur í fyrst skipti í sögu félagsins og deildin vann. Þeir voru miklu svona kontenderar ef við slett á ensku. Já, ég alveg sammála því. Ég fullt af jákvæðum punktum og segir, það bikarúrslitaleikur sem náttúrulega svona stærsti stakileikur ásins sem var mikil reynsla fyrir ekki bara liðið heldur bara fyrir klúbbinn allan í heilsinni. Og stór skemmtilegu dagur og margt hægt að taka gott úr þeim leik. Við spiliðum líka Powerade bikarúrslitaleikin í haust og hann var líka svona innlögn í reynslubankan og svo í deildakeppni bara fullt af í ákveðum punktu sem við tökum með okkur. Við svona horfum til þess að reyna að bæta okkur frá ára til árs og förum úr því að vera 11 í fyrra yfir í að vera 14-8 í ár. Og úr 7. sæti í það 5. Þannig að ég náttúrulega bara jafnri og erfir í deild. Þannig að kannski tökum með út úr deildakeppni að vinna marga fanta sigra á útivöllum. Þetta hefur munið 8 af 11 leikjum á útivöllum í vetur. Þannig að það segir okkur það reyndar að árangurinn á heimavelli hefði þurft að vera betri og það bara verkefni næsta vetrar að reyna að vinna á því. En hópurinn, þetta svolítið skemmtilegur hópur að þetta mestmegnis heimamenn alveg? Já, við vorum með 13 manna leikmannahóp í vetur og 10 þeirra uppaldir í Þorlákshöfn, þannig að það eru ansi góð hlutvöll og bara mjög jákvætt og við lítum bara þannig á að framtíðin sé björt. Það eru margir heimastrákar, eftirlegir sem að hafa nú til að mynda farið í gegnum yngri landsliðin eða eru í kringum þau á þessum tímapunkti og þau eru duglegir strákar og í rauninni bara mjög auðvelt svona fyrir klubbinn að horfa til þess að reyna að veðja svolítið á þessa stráka og ég meina svona liðstyrkingin sem kemur erlendis frá og náttúrulega skiptir máli og vorum heppnir með góða mann þar í vetur og svo vorum við með Ragnar og Ragnar úr Hveragerði og Breiðholtinu. Þannig að þetta var bara fín samsetning á hóp og eins og ég segi við vorum fyrir margt ánægði með veturinn en það samaskapi svona gefur þetta okkur svona eitthvað svona einspilningu inn í framhaldið okkur að gera betur. Já, en svona núna úrslitakeppnin í fullum gangi og það svolítið fróðlegt að fylgjast með henni. Það nú ekki mikið skorað, þetta eins og þetta sé svona mikill varnarleikur hjá liðunum. Já, hann herðist nú svona þegar líður á og líður á vori, það ekki spurning og fyrir margt hægt að tala það að liðin hafi verið að spila góða vörn
svona í gegnum bara úrslitakeppnina í heilsinni. En svo náttúrulega bara eru taugarnar þandar og hittnin fyrir viki kannski oft á tíðum ekki kannski eins og vera ber og svo gott dæmi kannski það var þessi fyrsti leikur milli KR og Njarðvík þar sem að liðin voru að fá ansi mikið á okkur skotum en þau bara einhvern veginn voru vísveri. Já, okay. En já, við byrjum á þarna undanúrslitaleikunum hjá KR Njarðvík. Hvernig hefur þið svona fundist þetta hingað til búið að vera þessi fyrstu leikinni? Það sé alveg ótt að segja það að KR það nú verið sterkar aðeins í þessari seríu og kannski kemur það engum á óvart. Mér er náttúrulega gríðarlega öflugt lið en sama tíma kannski skekkir að myndina en Njarðvík endar í hver 7. sæti sem að er náttúrulega ekki í takt við kannski leikmannahópin og þá hæfileika sem að búa í þeim hópi og maður sá alveg fyrir sér að þetta gæti orðið upp seríu en ég segi, mér finnst KR getur hafa verið í því sterkari en þeir hafa samt sem áður svona já, við vorum að segja bara svona sýnt eilítil veikleikamerkja svona kannski kæruleysis bragur á þeim og svona fljótfærnis á köflum sem að gerði Njarðvík til að mynda kleift að koma náttúrulega bara með ótrúlega endurkomu á þess að taka neitt frá þeim. Þeir þurftu náttúrulega að skjóta boltanum vel eins og þeir gerðu í síðara leiknum í heimaleiknum en það var svona líka ákvörðunartökur KR sem að fór illa með það og maður sá að KR voru beittari þegar komið væri í leik 3 og unnu náttúrulega bara nokkuð samfærandi sigur. En já, í hinu einvíinu, hvernig hefur þér fundist það, þarna Haukar og Tindastóll? Bara hörkuleikir og það eiginlega bara má segja bara sama báða seríunar sko. Haukar og KR hafa að mínu viti verið bara sterkar liðin og voru bæði bara algjöru klaufar að tapa leik 2 og mér veist Haukarnir hafa bara sýnt mikinn sterkir varnarlega og mun beittari sóknarlega heldur en Stólarnir. Mér Stólarnir hafa svona já, kannski svona ekki náð að spila neitt sérstaklega leik svona á hálfu velli og það er kannski svona svolítið gangurinn í rauninni endurtekning á því sem maður sé fyrir sér hinum einn. KR og Haukar svona þegar að leikurinn er í svona kannski svona, hvað ég segja, góðu jafnvægi svona raðalega séð þá eru þessi lið sterkari svona 5 og 5 en Njarðvík og Tindastóll svona kannski hátíð að það sé mikill hraði og svona vilti leikur í gangi og þau þurfa að vera að skjóta boltanum vel fyrir utan til þess að standast KR og Haukum snúningin. Já, okkur. En já, kvennamegin þar er orðið ljóst að Haukar og Snæfell munu eigast við. Er eitthvað hægt að segja til þessa úrslitaseríu sem verður þar? Kannski bara fyrst og síðast að þetta verður held ég bara mjög spennandi og liðin unnu sitt og 2 heimaleikina í viðrögnuliðana í deildakeppninni og Haukar er náttúrulega með frábært lið og svona búin að fara á mis við bikarmeistaratitil sem var pottet á dagskránni hjá þeim í vetur og nú fá þær séns á þeim stóra og þurftu náttúrulega að hafa mikið fyrir því að koma sér í þetta úrslita einvígi og hvort að það er eftir að sitja í þeim veit ég ekki en ég held þetta verði bara játn séri og ég er ekki hissa þó að þetta færi í 5 leiki. Nei, nákvæmlega. En það er, já, svona lítill getumunum á segja á liðunum eða ekki? Jú, ég myndi segja að þetta væri áttaklið og þeir eru náttúrulega með mjög svona dominerandi spilara í annars vegar Helenu og hins vegar heitin hjá Snæfell og vissulega með flotta hlutverka leikmenn hún í kringu þær og ég svona sé einhvern veginn fyrir mér að þær einu að geta kvitta hver aðrátt og þetta er svona svolítið spurningin hvoru megin þjálfarinn á að krysta meira svona út úr liðseldinni og það finnst mér eiginlega bara að vera svona galopið eins og segið það ef ég ætti að setja einhvern penning á það sko, þá fer ég með þetta í ótaleg.
hvernig svona staðan þér? Ertu að þjálfa ykkur svona úlingaflokka núna þessa dagana? Við erum með úlingaflokk sameiginlega Þórs og Reynis í Sandgerði sem að fer í úrslitakeppnina og við erum bara að bíða eftir að deildarkeppnin klárist þar. Já. Og mætum Grindavík í áttalóðstum. Ekki vitað almennilega hvenær svo leikur, hann eftir maður núna í apríl. Já. En við erum nú svona búin að vera bara að hlaða batteri og menn byrjar að lyfta og kannski körfubolta verið í undanfarið en förum svona að fara á stjá aftur í þeim efnum fyrir úlingalokkin á næstunni og þannig að það er ekki öllum verkefnum meðdraðins lokið. Nei, nákvæmlega. Ykkur lið sem eru fremri en önnur í úlingaflokknum eða? Það nú einna helst Grindavík. Þeir eru búin að tapa einu leik í deildinni í fyrstu deild í vetur. Við vorum náttúrulega í annarri deild og að fara 2 lið í úrslitakeppni úr annarri deild og 6 úr fyrstu deild. Og Grindvíkingarnir hafa svona verið svona fremstir þar. Þeir eru eins og segi bara búin að tapa einu leik og við erum þar að leiðandi bara að fara í einví á móti eða í leik á móti sterkasta liðinu, svona það sem hafa verið vetur allavega. Svona í lokin árinni slepptir, þú hlýtur nú eða ekki, kalla meinu samt að halda eða ekki með Njarðvíkingum? Ég náttúrulega hef nú svona sagt að það er alveg hægt að taka guttan úr Njarðvík en kannski ekki einfalt að taka Njarðvíkingin úr guttanum og það er náttúrulega minn uppruni og það eru í senn margir drengir sem ég hef þjálfað í mörg ár þykir mikið væntum og þjálfari liðsins er gengi svona minn mentor á mínum svona fyrstu árum í þjálfun og sömulegis kall sem ég þykir mikið væntum þannig að sjálfsögðu óska ég þeim mannsins besta en það er nú bara þannig að í þessum bransa þá hugsa maður bara um sig og sitt en ég myndi vel unna uppeldisfélaginu það að gera gott mót í þessar úrslitakeppni, engin spurning. Síðasta spurning, NBA-deildin, það er stutt í úrslitakeppnina, ertu með eitthvað upp á slið núna fyrir það? Já, ég er nú svona á móti þeim sem er að sveiflast á milli liða svona þér árangri en er nú gamall leikmaður en einhvern veginn gafst upp á þeim fyrir mörgum ára síðan og hefur nú kannski ekki verið festur við neitt lið en mér þykir nú 2 lið bera af hvað þegur körfuboltans varðar í dag og það er engin tilvíðan að þau svona tróna á toppnum þarna í vestrinu. Golden State finnst mér frábært lið og ég er mikill aðdáandi San Antonio Spurs og það er svona það lið sem að ég myndi svona, segja að ég væri svona á bakvið í dag. Er það svona þjálfunarlega séð kannski sem þú hefur gaman að með eða? Já, og bara svona ekki kannski bara það, þetta líka bara svona fyrir hvað þeir standa, þetta er óbúslega mikið lið, margir sem að leggja í búkið og það er bara frábært að sjá hvernig Popovic hefur í rauninni búið þetta lið til og hvernig hann hefur í rauninni staðið af endurnýjun í svona lið, hann einhvern veginn hefur sýnt það skiptir máli hvernig karakteramenn er að sækja sér og einhvern veginn náða að selja öllum þetta prógram sitt og svona þá hugmyndafræði sem að hann vinnur með og bara stóð skemmtilegt að horfa á liði sem að fær framlag úr mörgum áttum, hreyfir boltan óbúslega vel og gott jafnvægi inni og úti þannig að það er ekki mjög gaman að fylgjast með þeim. Einar Árni Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og eigðu æðislegt sumar. Það er náttúrulega hvergi slaka á í körfunni hjá þér. Nei, þakka þér fyrir það. Ég er þjálfari 18 ára landsliðs karla og sinni starfi yfirþjálfari yngi landsliða og sambandið er í mjög stórum verkefnum. Það eru 15, 16, 18 ára landslið karla og kvenna og svo 20 ára landslið karla sem er í Evrópukeppni og ég er að leiðinu með 18 ára liði í Norðurlandamóti í júní og Evrópukeppni í júlí, þannig að það verður nóg að gera. Já, nákvæmlega. Þannig að það er ekki erfitt að velja á milli alla þessa efnilegu leikmanna sem við höfum hérna á Íslandi? Jú, það er bara,
hvernig á ég að orða það er stór gott vandamál, það er bara margir sem að berjast spottin í þessu liðum og það er vel, það er mikið efniður og það er alltaf vandasamt og bara erfitt að standa í því. Það er svona plúsin og mínusin í þessu, það er alltaf gaman að verðlauna og þeim sem eru valdir en sama tíma erfitt að skilja menn eftir en það er nú bara gangurinn í þessu. En mjög jákvætt að það eru margir efnilegir leikmenn að koma upp í boltanum, bæði strákar og stelpur. Og það má segja það á þessu tímabili að það er sjaldan jafn margir fylgst með körfuknattleiks tímabili eins og núna jafnvel. Nei, það er náttúrulega bara margir öflugir miðlar sem að sinna körfuboltavel. Garvan.is náttúrulega svona sá sem að gefa sig út fyrir það og svo er bara fjölmargir aðrir miðlar sem að standa sína plikt eins og þú og þinn þáttur og svo hefur Stöð 2 Sport náttúrulega tekið sitt upp mörg level og er að sinna íþróttin alveg stórvel og það er kannski vert að minnast á það að ég held að sé bara hvergi í Evrópu eins mikill kvennakörfubolti sýndur eins og Íslandi. Menn hafa talað að hann sé ekki eins mikið í sjónvarpi og kalla megin en ég skilst þetta séu tæpar 40 útsendingar í kvennakörfuboltanum og það sé ekki bara álíka margt og hafi verið í sjónvarpi ef við tökum bikarúrslitaleiki frá bara í sögunni, þannig að þetta er stórkostleg framför og það ber að hrósa 365 og þeim Garðar Erni og Kjartan Atla og þeim sem standa bak við það. Þetta er náttúrulega búið að hjálpa mikið til og maður finnur það bara svona í samfélaginu að þetta hefur aukið á vinsældir íþróttarinnar alveg gríðarlega og bara tilökunar efni að vita til þess að þetta verður áfram næstu árun og bara eftir að verða enn glæsilegra hérna. Ég get ekki sleppt þér fyrir með körfuboltakvöldið, hvaða spekingur ert þú oftast ósammála á? Oftast ósammála? Já, þessar leiktíð. Já, ég verð nú að játa það. Ég er nú kannski ekki náð að sjá eins mikið kannski og maður hefði viljað. Það er sem að maður er nú svona í leikjum oft á tíðum á föstudögum og kannski mista af ýmsu fjörunu en það væri voðalega auðvelt að svara til bara Fannar Ólafsson því að hann er káeringur með kjaft sko. Já, nákvæmlega. Einar Árni, þakka kærlega fyrir og gangi vel í sumar. Og verður gaman að fylgjast með unglingalandsliðinu í sumar. Takk fyrir. Bestu þakkir. Blessur. Já, Einar Árni Jóhannsson, þjálfari Þór Þorlákssonar, alltaf í miklu stuði og þjálfari unglingalandsliðsins. Leikirnar sem framundan eru, það er náttúrulega úrslitakeppnin í fullum gangi. Þriðji leikurinn núna fjórði leikirnir í Dómnúsdeild karla undanúrslitum eru núna í vikunni. Byrjum á strax annarkvöld Tindastóll Haukar klukkan korter yfir 7, Njarðvík KR svo á miðvikudaginn og sama klukkan korter yfir 7, svo föstudaginn er Haukar Tindastóll eða til þarf 5. leiks og KR Njarðvík. Svo hefst úrslitakeppnin núna 17. mars og stendur yfir til 30. apríl stendur þetta yfir. Dómnúsdeild kvenna, þá er bara úrslitin ráðið, það er Haukar og Snæfell sem munu eigast við og ég er að reyna að finna út hvenær fyrsti leikurinn er, hvort að ég sé með það hérna fyrir fram á mig, tekur smá stund að fletta því upp. Úrslitakeppnin, það er ekki komin dagsending hérna beint fyrir fram að nefið á mér en þið getið fylgst með gangimál á kki.is. Úrslitakeppnin í handbolta er einnig í fullum gangi, hefst á miðvikudaginn fyrstu leikir úrslitadeildar kvenna, Fram IBVF, Schenker-höllinni Haukar Fylkir, TM-höllinni Stjarnan Valur og í Hertshöllinni Grótta Selfoss. Þessi leikir hefjast allir klukkan 7:30. Svo er úrslitakeppnin í karla að hefjast líka og allir leikinni hefjast núna á fimmtudaginn 3 klukkan 7:30 í Schenker-höllinni Haukar Akureyri, Valur Fram í Valshöllinni, Afturölding FH í Ennenhöllinni og svo í Vestmannaeyjum með IBF Grótta klukkan 6:30 og í umspil sæti að komast í úrslitadeild karla í Dalhúsum, Fjölnir HK á föstudaginn klukkan 7:30 og hérna á Selfossi Selfoss Þróttur klukkan 7:30. Svo er einnig leikur í Fylkishöllinni Fylkir Haukar í úrslitum í úrslitadeild kvenna klukkan 7:30 einnig á föstudaginn.
svo heldur þetta áfram á laugardaginn og meira það inn á hsi.is. En ég heiti Gestur frá Hæli, þakka ykkur fyrir hlustunni í kvöld, njótið vikuna sem framöndan og viðtölu þætti kvöldsins þetta nálgast á Facebook síðan okkar Sportátturinn mánudagskvöld. Njótið vikuna sem framöndan og þakka ykkur kærlega fyrir góða hlustun.